Einu sinni var gilta sem átti 3 litla grísi. Þegar grísirnir voru orðnir stálpaðir, þurftu þeir að flytja að heiman. Grísirnir fóru út til þess að finna góðan stað fyrir húsin sín. Einn grísinn sem var mjög latur sagði: Ég nenni ekki að labba alla þessa leið til þess að sækja múrsteina. Ég vil frekar klára að byggja húsið mitt sem fyrst svo ég geti slappað af það sem eftir dags. Hann vildi ekki leggja sér mikla vinnu og þess vegna safnaði hann stráum til þess að byggja sitt hús. Hinn grísinn var tilbúinn að leggja á sig aðeins meiri vinnu en var samt svolítið latur líka. Ég nenni ekki að labba alla þessa leið til þess að sækja múrsteina. Ég nota bara timbur. Það er miklu sterkara en strá. Mér langar nefnilega að klára að byggja húsið mitt sem fyrst svo ég geti slappað af það sem eftir dags. Svo hann byggði sitt hús úr timbri. Síðan sungu þeir saman og dönsuðu og léku sér allan daginn. Elsti grísinn vann allan daginn við að reisa sitt hús úr múrsteinum. Það var sterklega byggt með fallegum arni og skorsteini. Þetta hús myndi sko standa af sér verstu vindhviður. Daginn eftir kom úlfurinn gangandi fram hjá húsum grísanna. Hann sá fyrsta húsið sem var stráhús og þefaði til að athuga hvað væri þarna inni. Lítill grís, sagði hann. Þessi litli grís væri fullkominn kvöldmatur fyrir mig í kvöld. Hann bankaði á hurðina og kallaði: Litli grís, hleyptu mér inn. Grísinn svaraði: Ó nei, kemur ekki til greina. Þá sýndi úlfurinn í sér tennurnar og urraði. Þá blæs ég og blæs þangað til að húsið fellur koll. Úlfurinn blés og blés. Hann blés stráhúsið út í buskann. Svo opnaði hann munninn og reyndi að gleypa grísinn í einum bita. En litli grísinn hljóp eins og fætur toguðu. Hann náði að flýja úlfinn og faldi sig í timburhúsinu hjá bróður sínum. Úlfurinn þefaði grísina uppi og fann þá í timburhúsinu. Hann fékk vatn í munninn við tilhugsunina þennan gómsæta kvöldmat. Hann bankaði á hurðina og kallaði: Litlu grísir, hleypið mér inn. Grísirnir svöruðu: Ó nei, kemur ekki til greina. Þá sýndi úlfurinn í sér tennurnar og urraði. Þá blæs ég og blæs þangað til að húsið fellur koll. Úlfurinn blés og blés. Hann blés af öllu mætti þangað til að timburhúsið féll koll. Grísirnir 2 stóðu fyrir framan úlfinn. Hann reyndi að ná þeim báðum í einum bita en var aðeins og gráðugur. Grísirnir náðu að flýja. Þeir hlupu eins og fætur toguðu og úlfurinn hljóp á eftir þeim. Þeir rétt náðu að flýja inn í múrsteinshús bróður síns og skelltu hurðinni á nefið á úlfinum. Grísirnir 3 földu sig saman inn í húsinu og voru mjög hræddir. Úlfurinn sem hafði ekkert borðað í allan dag var mjög svangur eftir að hafa elt litlu grísina 2. En núna þegar hann fann lyktina af grísinum 3, vissi hann að hinum megin við múrsteinsvegginn biði hans gómsætur kvöldmatur. Hann bankaði á hurðina og kallaði: Litlu grísir, hleypið mér inn. Grísirnir svöruðu: Ó nei, kemur ekki til greina. Þá sýndi úlfurinn í sér tennurnar og urraði. Þá blæs ég og blæs þangað til að húsið fellur koll. Og úlfurinn blés. Hann blés og hann blés og hann blés. Hann blés af öllum lífs- og sálarkröftum. En ekkert haggaðist húsið.
Úlfurinn var orðinn mjög þreyttur og loftlaus. Ég bara get ekki blásið meira, sagði hann. Úlfurinn var orðinn mjög reiður að geta ekki blásið niður múrsteinshúsið. Ég kem þá bara niður skorsteininn og ét ykkur innandyra, öskraði hann. En þegar grísirnir 3 heyrðu þetta, hengdu þeir pott fullan af vatni í arinninum og kveiktu undir honum eld. Tóku síðan lokið af pottinum þannig að þegar úlfurinn lét sig detta niður skorsteininn, féll hann beint ofan í sjóðandi heitt vatnið. Grísirnir skelltu svo lokinu aftur á pottinn og þannig enda sagan um grísunum 3.